og friður Guðs veri með ykkur og yfir ykkur. Gott að geta sagt við ykkur friður Guðs veri yfir ykkur. Ég vildi að væri Guðs friður milli Ísraels og Arabana og við erum að biðja fyrir því að þeir báðir sjáu þetta mikla ljós sem friður Guðs sem Jesús Kristur. Og þess vegna ætla ég að byrja á því að gefa ykkur orð inn í þessa samkomu, opna með orði úr Postulasögunni 10 og takið eftir 43. versinu. Ég ætla að lesa reyndar vers 42 og 43 og mér finnst þetta að vera alveg orði tímatöluð. Og þar segir honum bera allir spámennirnir vitni að sérhver sem á hann trúir fái fyrir hans nafn fyrirgefningu syndanna. Og mér finnst það svo rosalega sterkt að þetta nafn Jesú Krists skuli veita okkur fyrirgefningu syndanna. Og það skuli þið halda í, það skuli þið varðveita og þess vegna erum við hér í Jesú nafni. Og megi Drottinn blessa lofsönginn, blessa söngvan okkar og predikunina. Við skulum standa upp og ég ætla að fá að biðja aðeins fyrir þessari samveru stund. Þakka þér dýrlegi Drottinn, hér megu vera í þínu nafni, samkvæmt orði þínu, til þess að gera þig dýrlegan og kunngjöra þitt ríki. Verði þinn friður á meðal okkar, farsæld og hagsæld í Jesú nafni. Amen. Ég heyri amen við því. Þá tekur hún Dagný við, Gjörðu svo vel, Dagný mín. Takk fyrir. Amen. Í gegnum grátin lönd, ég geng með staf í hönd, sem útlendingur ég hér til. Ef þyngir sorgin sár, ég sé í gegnum tár, á himnum bíða helgan Drottins þig. Syngar hans lög, syngdæri lög, söngin ég elska einn, sigrast ströng, syngum þann hvíta hel, sem heim nú kominn syng en á ný, ættlandsins söng. Að ekkert auga sá, né eyra heyra má, þar njóta þau sem helga Kristi líf. Hvað enganum gat draum, í eilíf verður heim, af börnum Drottins bak við deyð og kýr. Syng ættlands söng, syngdæri lög, söngin ég elska heim, sigrast ströng, syngum þann hvíta hel, sem heim nú kominn syng en á
much better since I laid my burden down. Glory, glory, hallelujah, since I laid my burden down. And I'm feeling so much better since I laid my burden down. Glory, glory, hallelujah, since I laid my burden down. Glory, glory, hallelujah, since I laid my burden down. Glory, glory, hallelujah, since I laid my burden down. Glory, glory, hallelujah, since I laid my burden down. Amen. Það er gott að geta lagt byrðirnar niður fram yfir drottni og leyft honum að bera þær. Og þess vegna skulum við fletta upp í Hebreabréfinu 1. kapitúla. Það gefur okkur þetta orð svona, lesum það, höfum það líka inngang í það. Það þarf að hafa míkrofón í það. Ég ætla að gefa ykkur Hebreabréfið 1. kapitúla og þetta er auðvitað drottin okkar og frelsara Jesúm Krist og frábært að við skulum eiga þennan boðskap sem að hefur svona bæði djúp áhrif á okkur og svona ykkur að segja, það má víst ekki tala um þetta mjög víða, þetta gjörbylti vestrænum samfélögum úr heiðni og yfir í bestu samfélög sem mannkynssagan hefur sögu að segja. Og gáið að því hvaðan þetta kemur, þetta er allt saman komið frá gyðingunum. Enda hann var Jesús Kristur gyðingur. Guð talaði fyrrum, oft sinnis og með mörgu móti til feðranna fyrir munn spámannanna. En nú í lok þessara daga hefur hann tilvóð talað í syni sínum sem hann setti erfingja allra hluta. Fyrir hann hefur hann líka heimana gjört. Hann sem er ljómi dýrðar hans og ímynd veru hans og ber allt með orði máttar síns, hreinsaði oss af syndum vorum og setti til hægri handar hátigninni á hæðum. Hann er orðinn englunum þeim mun meiri sem hann hefur af erðum tekið ágætara nafn en þeir. Því að við hvern af englunum hefur á nokkru sinni sagt: þú ert sonur minn, í dag hef ég fætt þig. Eða ég vil vera honum faðir og hann skal vera mér sonur. Og aftur hann leiðir hinn frumgetna inn í heimsbyggðina, segir hann, og allir englar Guðs skulu tilbiðja hann. Og englana segir hann: hann sem gjörir engla sína að vindum og þjóna sína að eldslogum, en soninn, hásæti þitt ó Guð er aldir alda og sproti réttvísinnar er sproti ríkis þíns. Þú hefur elskað réttlæti og hatað ranglæti. Því hefur Guð, þinn Guð, smurt þig gleðinar olíu fram yfir þína jafningja. Og þú drottin hefur í upphafi grundvallað jörðina og himnarnir eru verk handa þinna, þeir munu farast en þú varir. Allir munu þeir fyrnast sem fat, en þú munt þá saman vefja eins og möttul. Þá verður skipt sem klæði. En þú ert hinn hæsti, þú ert hinn sami og þín ár taka aldrei enda. En við hvern af englunum hefur hann nokkru sinni sagt: set þig mér til hægri handar,
unnsíkjöru óvinni þína af fótskur þinni. Eru þeir ekki allir þjónustubundnir andar, útsendir í þeirra þarfir sem hjálpræðið eiga að erfa. Og það átt þú að gera. Erfa hjálpræðið. Það er þér gefið. Farðu vel með það, játaðu það og gerðu Jesúm Krist dýrlegan í þínu lífi. Þið eru með bænarefni. Við skulum biðja þennan sem við vorum að lesa að meðhöndla þarfirnar okkar kringum stöðunar og við leggjum bæði fjölskyldur okkar og ættingja og vini, hvort sem þeir eru heilbrigðir eða sjúkir, við leggjum þá fram. Eru sammála því? Og treystið því að Guðs andi, hann vinnur sitt verk. Og þakka þér Jesús, þú sem ert erfingi allra hluta, þú sem ert höfðingi höfðingjana, drottin drottnana, þú sem ert konungurinn okkar, sonur hins eilífa. Þakka þér fyrir mun biðja þess að við fáum að vegsama þig í anda og sannleika. Þú leitar að slíkum tilbiðjendum. Við biðjum líka fyrir því elskaði Herra að orðið þitt, það megi finna rúm í hjörtum okkar, þar verði plægður akur og þegar við heyrum þitt orð, þá megum við taka feginsamlega á móti því, svo það beri þar ávöxt. 30-faldan, 60-faldan og helst 100-faldan ávöxt. Gerð okkur auðmjúkum þjónum, gerð okkur af fólki sem hefur unun af þínu orði og við játum það að þú ert Kristur, frelsaran okkar og lausnari. Og við biðjum fyrir land okkar og þjóð. Drottinn, þegar við horfum upp á það að land okkar veit ekki hvort fóti það á að stíga. Og við sjáum hvernig þjóðin okkar, hún eins og að hrekjast á milli kenningar vinda og hún stendur ekki í lappirnar yfir því hvað kristin kenning. Við sjáum jafnvel að kristin kirkja, hún veit ekki fyrir hvað hann á að standa lengur. Drottinn, við viljum skipa okkur í skarðið og við viljum biðja þess Jesús minn að í stað þess að þú gangir í dóm við þjóðina, þá veitur þú enn meiri náð. Þar sem að syndin flóir yfir, þar geti náðum þín flóð ennþá meira yfir, vitjaðu þjóðarinnar. Vitjaðu okkar Drottinn minn og gerðu okkur að mönnum og konum sem að þú notar til blessunar íslenskri þjóð. Drottinn, hjálpa okkur til þess að fá ráðamenn sem stýra þessari þjóð, sem að hafa góða visku og góða yfirsýn yfir réttlæti og ranglæti og þeir hafni því sem rangt og þeir dæmi rétt málin Drottinn minn og það kom ekki yfir okkur að þú hefur anstigð á þeim sem saklausan sakfellir og sekan sýknar. Drottinn, gefðu okkur menn sem þú hefur ekki anstigð á, heldur hefur unun af eiga samfélag við. Í nafni Jesú Krist frá Nasaret, heyri ég amen. Amen. Nú megið þið fá okkur sæti og við förum að taka samskotin, en ég ætla aðeins að nefna við ykkur. Við erum ekki alveg hætt, við ætlum að vera hérna með auglýsingar og auglýsingarnar eru meðal annars þessar að við ætlum að byrja á því að auglýsa að eftir mánuð, svona 18. til 20. júní, þá ætla Hvítasunnumenn að hafa sumarmótsur í Vestmannaeyjum. Og þetta er árið 2021, þar sem við getum fagnað því að það eru 100 ár frá því að Hvítasunnuhreyfingin hóf starf sitt. Og þetta er merkilegt fyrir okkur vegna þess að þetta er fyrsta frjálsa kirkjan á Íslandi sem fær að rísa. Hún hefur staðist stormana og hún hefur þurft að ganga í gegnum þykkt og þunnt, en það var ekki fyrr en 1874 með stjórnarskránni þá sem að inn kom ákvæðið trúfrelsi á Íslandi. Og það hafa verið auðvitað alls konar hópar sem hafa komið upp, en það hefur aldrei verið jafn mikið það að við sjáum kirkjurnar rísa. Þetta er fyrsta frjálsa kirkjan sem hefur rísið og er 100 ára gömul. Og við skulum bara fagna því, suður í Vestmannaeyjum, að við eigum sögu að segja og við getum fagnað þessum merkilega áfanga. Og auðvitað þá verður þetta á Facebook síðu kirkjunar, en við ætlum að hafa svo samkomur, erum við ekki með einhverjar tilkynningar hérna, við ætlum að vera á föstudagskvöldum,
þá ætlum við að vera með bænastund á þriðjudögum, klukkan 5. Og það er klukkan 8 á föstudagskvöldum. Þannig að þið getið verið með okkur á Facebook. Við ætlum að biðja fyrir land okkar og þjóð. Okkur finnst alls ekki veita af. Ekki vegna þess að við séum svo miklu betri en aðrir, langt í frá. Við trúum bara því að Guðs hönd, hún þurfi að komast að hjá okkur. Svo ætlar hann Kitty að tala til okkar og við ætlum að biðja fyrir því að orð Drottins það nái hjörtum okkar. Heyrum við ekki amen? Drottin bless ykkur. Hafi ég gleymt ykkur, þá er það ekki rétt. Ég bara kaus að skauta yfir það. Gleði fórnunum. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. And through the darkness, your loving kindness tore through the shadow of my soul. The work is finished, the end is written. Oh, Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great and mercy? No heart could fathom such boundless grace. The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Oh, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has
seal the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Lofum hann sem frelsi gaf. Halleluja. Dauðinn tapað hefur hér, fjötrar fallið hafa mér, og þitt nafn hjálpræðið er, Jesús Kristur lífsins von. Halleluja. Lofum hann sem frelsi gaf. Halleluja. Dauðinn tapað hefur hér, fjötrar fallið hafa mér, og þitt nafn hjálpræði er, Jesús Kristur lífsins von. Jesús Kristur lífsins von. Jesús Kristur lífsins von. Halleluja. Lofum hann sem frelsi gaf. Halleluja. Dauðinn Tapað hefur hér, fjötrar fallið hafa mér, og þitt nafn hjálpræðið er, Jesús Kristur lífsins von. Tökum ensku. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Syngjum við deilsina saman. Syngjum með okkur. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Living hope. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, lofum hann. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Jesus Christ, the living hope. Jesus Christ, the living hope. Jesus Christ, the living hope. Takk Jesus að þú settir okkur frá.
elska þig, því þú dóst fyrir mig. Á krossi þú sigraðir dauða og synd. Opnaði leiða í himininn. Þú ert frelsarinn minn. elska þig. Því þú dóst fyrir mig. Á krossi þú sigraðir dauða og synd. Opnaðir leiðina í himininn. Þú ert frelsarinn Ég elska þig. Því þú dóst fyrir mig. Á krossi þú sigraðir dauða og synd. Opnaðir leiðina í himininn. Þú ert frelsarinn Amen. Takk Jesús. Amen. Þú ert frelsarinn minn. Þú opnaði leiðina. Drottin og við elskum þig. Við elskum þig. Halleluja. Gröfin er tóm. Hann er upprisinn. Jesús var hvalinn á krossi, kaus þar að þjást fyrir mig. Hann sem var sig allra saka, sekt mína tók hann á sig. Gröfin er tóm, Jesús lifir nú í mætti og í dýrð eilífð. Dauðans vald nú sigraði. Gröfin er tóm, Jesús lifir nú í mætti og í dýrð eilífð. Dauðans vald nú sigraði. Dag þann var sigurinn unninn, dauða það sigraði líf. Gröfin er tóm, Jesús lifir og lausnarinn eilífur. Lausnarinn eilífur. Gröfin
Sjá, hann sem dó upprisinn. Drottinn meiri hann og myrkursins vald. Myrkursins vald nú brotið. Og andi Guðs lifir í mér. Andi Guðs lifir í mér. Gröfin tóm, Jesús lifir nú í mætti og í dýr. Eilíf, dauðans vald nú sigrar. Gröfin tóm, Jesús lifir nú í mætti og í dýr. Eilíf, dauðans vald nú sigrar. Og tökum vers númer 3 aftur. Sjá, hann sem dó upprisinn. Drottinn meiri hann myrkursins vald nú brotið. Andi Guðs lifir í mér. Gröfin tóm, Jesús lifir nú í mætti og í dýr. Eilíf, dauðans vald nú sigrar. Gröfin tóm, Jesús lifir nú í mætti og í dýr. Eilíf, dauðans vald nú sigrar. Gröfin tóm, Jesús lifir nú í mætti og í dýr. Eilíf, dauðans vald nú sigrar. Gröfin tóm, Jesús lifir nú í mætti og í dýr. Eilíf, dauðans vald nú sigrar. Gröfin tóm, Jesús lifir nú í mætti og í dýr. Eilíf, dauðans vald nú sigrar. Gröfin tóm, Jesús lifir nú í mætti og í dýr. Eilíf, dauðans vald nú sigrar. Gröfin tóm, Jesús lifir nú í mætti og í dýr. Eilíf, dauðans vald nú sigrar. Jesus. Halleluja. Ó, takk Jesus. Amen. Jæja, komið sæl aftur. Ára afmæli, ekki frammæli, afmæli framundan. Frá því að orðið kom fyrst til Íslands. Og það er merkileg saga á bakvið það. Fáið örugglega að heyra hana ef þið komið á sumarmótið í Vestmannaeyjum í júní. Skulum fletta upp í Jóhannesar Guðspjalli, 21. kafla.
Það svo margir guðfræðingar hérna, þetta fyrir eða eftir krossin? Sumir tala fyrir eða eftir krossin. Sennilega þetta nú eftir upprísu Jesú þegar þetta skrifað. Það ekki? Já, þá erum við sammála. En við ætlum að lesa hérna frá versi 15, nokkur vers. Segir bara, Drottinn, takk fyrir að þú ert með okkur og þú talar til okkar í dag úr þínu orði og við mögum Drottinn snerta þig í orðinu þínu í dag, í Jesú nafni. Nú einhver að tala við mig og ég skil ekki neitt. Ég skil nefnilega ekki, ég hef ekki ennþá lært, svona, þú veist það sem heyrnarlausir, endurtaka kaflan og versið, nú skil ég þegar ég heyri. Amen. Það er gott að heyra, þá skilur maður. Ég dáist að hinum heyrnarlausu sem heyra með því að sjá. En það segir hér í Jóhannes 21 frá versi 15, þegar þeir höfðu matast, sagði Jesús við Símon Pétur, Símon Jóhannes son, elskar þú mig meira en þessir? Hann svaraði, já, Drottinn, þú veist það, ég elska þig. Jesús sagði við hann, gæt þú lamba minna? Jesús sagði aftur við hann öðru sinni, Símon Jóhannes son, elskar þú mig? Hann svaraði, já, Drottinn, þú veist ég elska þig. Og Jesús segir við hann, ver hirðir sauða minna. Hann segir við hann í þriðja sinn, Símon Jóhannesson, elskar þú mig? Pétur hryggðist að hann skyldi spyrja hann þriðja sinni, elskar þú mig? Hann svaraði, Drottinn, þú veist allt. Þú veist að ég elska þig. Og ég hér vissum að Pétur vissi ekki af hverju Jesús var að spurja hann og hann var örugglega með kvíðahnút í maganum og ég veit ekki með þig en ég hérna var búinn að horfa á þetta vers nokkuð lengi og ég vissi ekki alveg af hverju Jesús var að spurja. En þegar ég fór að íhuga þetta betur að þá fann ég svona hliðstætt hróp úr Gamla testamentinu og þar var það Guð sem sagði við mann sem hét Adam, Adam, hvar ertu? Adam, hvar ertu? Og mér langar kannski aðeins áður við komum inn í þetta að þá segir í Jóhannesar Guðspjalli 14. kafla 23. vers, Jóhannes 14:23 og hann að spyrja, elskar þú mig? Og Jesús svarar hér, sá sem elskar mig varveitir mitt orð og faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gjöra okkur bústað hjá honum. Ég veit ekki með þig, en mér finnst ég eins og heyra Jesú spyrja okkur í dag, elskar þú mig? Það er alls konar í gangi allt í kringum okkur, það er ekki mikill friður og ég stundum þegar ég að lesa kommentakerfið á Facebook og menn að gagnrýna frið leysið fyrir Austurlöndum eða í Austurlöndum, þá kemur svo oft upp í hjarta mitt, friðurinn, hann byrjar í hjarta þínu og hjarta mínu, vegna þess að það er lítill munur á því að skjóta tundurskeytum á Facebook eða skjóta þeim þarna úti. Þetta byrjar í hjarta mannsins. Ef þú getur skotið því á Facebook, að þá getur þú líka gert það þarna úti. Jesús, hann skilgreindi hatrið og elskuna þannig. Það byrjar allt í hjarta mannsins. Og ég verið að hugsa að það sem að gerast í heiminum okkar í dag að með þessi orð Jesú í huga, sá sem elskar mig að hann vill halda boðin mín. Og ég hef skrifað hérna, ef
ekki elska mig, þá eru boð mín byrði, en ef þú elskar mig, þá eru þau líf. Ef þú elskar mig ekki, að þá eru boðin bara byrði. Þetta snýst allt að elska. Það snýst allt kærleikan í raun og veru, að geta lifað saman í sátt og samlyndi. Nú, ég hef búin að skrifa hérna upp og einhvern veginn til þess að heilagur andi fá að koma því til skila, þá kemur þetta ekki endilega réttri röð, en sjáðu til, og þá hringir síminn, við bara bíðum og svörum, við fá að vita hver er. Hann hringir aftur, já. Þetta ekki í lagi? Þetta kemur. Nei? Já, það er þessi sími. Sumir héldu að vera í sinn sími. Þetta var kirkjusíminn að hringja. Þannig verðum við ekki að svara því. En, já, það gæti verið Guð sem vildi tala við okkur, segir Ester. Það er til saga mann sem ætlaði að fremja sjálfsmorð. Og hann var kominn að því að fremja sjálfsmorð og hann hrópar svona til drottins og hann segir, Guð, ef þú ert virkilega til, viltu þá sýna mér það núna, annars tek ég líf mitt. Þá hringir síminn. Og hann var með svona display eða skjá á símanum sínum og það kemur á skjáinn Lord God Almighty. Þú segir ykkur. Þá var þetta ministry trúboð sem hafði þetta nafn, The Lord God Almighty, og þeir hringja í hann þegar hann hrópar til Guðs. Þannig að Guð, hann svaraði svo virkilega bæn þessa manns á réttu augnabliki. En það er þessi spurning að ef við elskum hann, þá höldum við boð hans, og við lesum það já, það er hérna ritning í orðskviðunum sem það er nefnilega þetta með boðin, hvort þau eru þung eða létt. Svona skoða hérna orðskviðuna 6. Orðskviðinni 6. Svo komum við aftur að Pétri. Því boðorð er lampi og viðvörun ljós. Boðorð er lampi, viðvörun ljós, agandi áminningar, leið til lífsins. Þannig að boðorð, þetta er orðskviðni 6.23, orðskviðni 6.23, boðorð er lampi, viðvörun er ljós. Takið eftir í boðorð er ekki skammir, það er ekki til að láta þig líða illa, það er lampi, það kviknar á ljósi, þar sem er skurður og þú gæti dottið onni, það er agandi áminning þegar þú ert að fara ranga leið, þá er einhver sem kemur og tekur utan þig og segir, þessi leið er hættuleg, farðu heldur þessa leið, hann vísaði leiðina til lífsins. Þannig að boð Jesú Krist, þau vísa okkur alltaf leiðina til lífsins af því að hann elskar þig og elskar mig. En spurningin er með okkur, þegar að boðin koma til okkar, hvernig höndlum við þau? Sumir segja ég bara elska Guð og það er bara nóg. En í öðru Korinthubréfi, ég sett upp hérna smá próf og það eru hérna nokkra ritningar sem að mig langar til þess að bara miðla með ykkur. Það er í öðru Korinthubréfi þá segir að hérna 6.3, annað Kor 6.3, að þá er Páll að tala og hann
Hann segir svona: Í engu viljum við vera neinum til ásteytinga til þess að þjónustan verði ekki fyrir lasti. Þetta eitt. Hvaða þjónusta? Þjónusta Jesú Krists. Á öðrum stað talað í öðru Pétursbrefi að falsspámenn komu upp meðal lýðsins og vegna þessara falsspámanna var vegi sannleikans hallmælt. Og hvað þýðir þetta? Þetta þýðir það að þessir falsspámenn að þeir koma fram sem spámenn Krists, þeir eru úlfar í sauðagærum. Var þetta rétt sagt? Úlfar í sauðagærum, já. Og þeir sem sagt líta út fyrir að vera prestar, þeir líta út fyrir að vera spámenn, en þeir eru falsspámenn og af því að þeir eru hræsnar og fólk sér í gegnum þá vegi sannleikans hallmælt, sem þýðir það að það er ekkert að marka þessa kristnu, þeir eru ekkert betri en við, þetta eru bara hræsnarar og svo framvegis, þið þekki þá sögu. Í Korinthubréfinu hérna segir Páll að við viljum ekki lifa þannig lífi vegna þess að við viljum ekki að vegi sannleikans sé hallmælt. Við viljum vera trúir vottar, segir Páll. Og spurningin þegar boðin koma til þín, einhver góður maður leggur hönd á öxlina og segir: heyrðu, ef að þú ert að játa Krist, þá ekki rétt að borga skuldir þínar? Það ekki góður vitnisburður? Ég held ég var ný maður, ný sköpun, segja sumir, bara með nýja kennitölu og allt bara í fína. Nei, jú, þú ert nýr maður og Guð fyrirgefur þér skuldirnar, en ef við elskum Drottinn þá þráum við að gera eins og hann Sakkeus. Við viljum gefa þeim tilbaka sem við höfum haft af. Og þá á ekki bara við peninga. Nýji maðurinn í okkur, þegar hann lítur yfir gamla lífið, að þá vill hann gera rétt það sem hann gjörði rangt. Þannig að við viljum ekki að trú okkar sé hallmælt. Og það eru fleiri staðir sem eru eins og hann Jósef í fyrstu Mósebók 39:9, að hann hafði þarna þetta, eins og einhver hefði sagt, þetta fína tækifæri, flott gella, enginn sem sá, enginn sem hefði nokkru sinni vitað, og sem sagt hann hefði getað lagst með henni eins og hún vildi, en málið var að hún var gift og hann var þjónn mannsins hennar, og hann sagði: hvernig skildi ég aðhafast þessa miklu óhæfu að leggjast með þér þar sem maðurinn þinn treystir mér? Og hann sagði: hvernig skildi ég geta gert það Drottins vegna? Hann elskaði Drottinn svo mikið að hann var heiðarlegur þegar enginn sá til hans. Og það eru einmitt þessir hlutir að það er þetta að elska Drottinn. Ef við elskum Drottinn þá viljum við halda boðans. Við elskum að halda boðans. Það þarf enginn að segja okkur að halda boðans. Við viljum elska boðans. Okkur langar ekki lengur að brjóta boðans. Það er þessi kærleikur sem að Guð hefur gefið okkur og við gefum hann aftur til baka. Og þá komum við aftur að þessu meðan Pétur, að ég er alveg viss það að hann hefur verið með hnút í maganum, og Jesús, af hverju þetta spyrja þessu Jesús? Þú veist að ég elska þig. Þú veist að ég elska þig, og ef ég hef verið Pétur, þá hefði ég verið að hugsa það sem gerðist í garðinum. Já, hann er að ásaka mig. Nú ætlar hann að skamma mig. Nú ætlar hann að láta mig gera upp. Sjáðu til, Pétur var búinn að segja: þó að allir afneiti þér, þá skal ég aldrei afneita þér, Jesús. Og
Málið hver var það sem sagði Pétri að hann myndi afneita honum? Var það ekki Jesús? Jú, það var Jesús Kristur. Hann sagði við Pétur áður en hann afneitaði honum að áður en haninn galar, 2, 3, myndu 3 afneita mér Pétur. Pétur, hann var svona þessi típa sko, hann fór inn þetta og út hitt, hann var strax búinn að gleyma því. En svo þekkjum við söguna og svo gól haninn. Og þá, allt í einu, hittir það Pétur. Hann var að afneita þeim sem hann elskaði. Hann var að afneita þeim sem hann elskaði. Hann hafði aldrei ætlað að gera það. Hann vildi ekki gera það. En það var eitthvað sem varð þess valdandi að hann afneitaði Jesú. Og nú Jesú að spyrja, Pétur, elskar þú mig? Og Pétur hefur örugglega haft svona, þú veist, tilfinningu. Nú hann að taka mig á teppið. Nú ætlar hann að lesa mig pistilinn. Nú ætlar hann að, nei, Jesús, hann vissi vel að Pétur myndi bregðast. Og hann ætlaði ekki að taka hann á teppið. Sjáu þið hvað hann segir við hann. Hann segir við hann, elskar þú mig? Þú veist ég elska þig, gæt þú lamba minna. Ég meina, hann þegar búinn að setja Pétur inn í þjónustu sína. Jafnvel áður en að Jesús segir við hann að þú munt afneita mér, þá vissi Jesús hvað hann ætlaði að gera með Pétur. Og þetta fall Péturs, þessi mistök eða þessi synd eða þetta skipbrot eða þetta niðurbrot Péturs, það bara skipti Jesúm Krist engu máli þegar kom að því að setja Pétur í þjónustu. Hann hafði þegar útvalið Pétur, hann hafði þegar áætlað Pétur, hann hafði þegar séð hvað Pétur myndi verða. Og ég veit ekki með þig, en þetta uppur á mig alveg gífurlega. Að Jesús Kristur, sonur Guðs, hann hefur áætlun með okkar líf og hún breytist ekki, jafnvel ekki þó að þú kannist ekki við hann, þó að þú afneitir honum, þó að þú gefist upp, þó að þú brennir út, hvað sem það að það byggist nefnilega ekki á þér. Og það var í rauninni það sem Jesús Kristur vildi kenna Pétri hér. Að þetta byggist ekki á þér, Pétur, þetta byggist á mér. Það var Jesús Kristur sem gerði sáttmála við föðurinn. Það var Jesús Kristur, það var ekki Pétur, það var Jesús Kristur. Það varst ekki þú, það var Jesús Kristur sem á krossinum gerði sáttmála við föðurinn. Og sjáðu til, við erum ekki erfingjar, við erum samerfingjar. Af því að við erum fædd af honum, við erum bræður hans, við erum börnin hans, við fengum að taka þátt í, hann hefur tekið okkur inn í sig, eins og einn bróðir minn segir svo oft, ég dáinn með Kristi og ég uppreisinn með Kristi. Jesús leyfði mér að vera með í dauða sínum og síðan leyfði hann mér að vera með í upprisu sinni. Og þess vegna skipti það ekki máli, þó svo að við lendum á staðsískinni, að við sjáum einlega sæng okkar útbreidda, við erum bara búin. Jesús Kristur hefur ennþá sömu áætlun fyrir mig og þig. Það nefnilega veltur ekki á mér, það veltur ekki á þér, það hans áætlun með líf okkar. Og þetta finnst mér alveg frábært, vegna þess að við elskum, segir Jóhannesarbréfið, 1. Jóhannesarbréfið, 4. kapli og ég held að sé 21. vers, við elskum af því að hann elskaði okkur. Við elskum af því að hann elskaði okkur. Og sjáðu til, það mjög erfitt að elska ef þú hefur ekki verið elskaður.
Og þess vegna skiptir svo miklu máli að við séum elskuð. Þegar fólk að tala að við þurfum ekki fjölskyldu lengur, við þurfum ekki þetta form, að þetta sé bara gamalt og úrelt, það þurfa allir föður og móður það þurfa allir að vera elskaðir af föður og móður til að fungera rétt í þessu lífi. Það þurfa allir föður og móður. Og ég var að hugsa að elskar þú mig? Að Jesús hann segir hérna, ver hirðir sauða minna. Hann notar hérna orða fæða og síðan kemur orði hérna hirðir. Og það er orðið poimaino, eða hvernig á að bera það fram, sem er prestur. Og ég var að hugleiða þetta, er ég prestur af því að ég elska hann? Eða elska ég bara starfið mitt? Og spurningin það er fullt af ungu fólki sem vil feta menntaveginn og verða prestar. En elska þeir drottin. Elska þeir drottin. Jesús hann að spyrja, elskar þú mig? Ef þú ert að nema til press, ef þú ætlar að verða prestur, ef þú ætlar að fæða sauðina hans, þá fyrsta skilyrðið, það að elska hann. Þú getur ekki elskað aðra eða gefið þá fæðu sem Jesús vil gefa sínum sauðum nema þú elskir hann. Það númer 1, 2 og 3. Gallar þínir, skipbrot þín, niðurbrotið skiptir hann engu máli. Það eina sem skiptir máli að þú elskir hann. Og þetta hróp, trúi ég, frá hjarta Jesú í dag. Elskar þú mig? Elskar þú mig? Og ég man svo oft eftir honum, bróður mínum, ég sá hann núna niður á strönd, ég öfundan að því að vera á ströndinni, hann var á Clearwater Beach á Florida, Keith Wheeler, og hann sagði, hann hefur mjög sérstakt orð sem þema yfir hans þjónustu. Það í Filippíbréfinu samfélag písla hans. Það fáir sem hafa valið sér þannig orð sem yfirskrift. Að hann vil þekkja samfélag písla hans og líða með honum. Hann sagði oftar en einu sinni svo ég heyrði, hann sagði, Jesús, áður en hann fór að sofa, ef þú ert einmana í kvöld, þá máttu alveg vekja mig. Þá máttu alveg vekja mig. Og þetta bara lýsir svo vel þessu kærleiks sambandi. Og við elskum af því að hann elskaði okkur af fyrra bragði. Og ég elska mann sem látin og ég ekki endilega að hafa samband við hann í dag en ég að lesa bækurnar hans. Þessi maður heiti Watchman Nee, hann var mörg ár í fangelsi í Kína og hefur skrifað ógrynniga bókum. Og hann segir, hann að lýsa í einni bók sem heitir Normal Christian Life, þetta með líf Guðs, að hann fór og heimsótti mann, gamlan mann sem var 92 ára og þessi gamli maður, hann sagði, ég var hjá honum í klukkutíma og við gátum eiginlega ekki tala mikið saman vegna þess að hann sagði í sífellu, sjálfsagt verið komið með Alzheimer, hann sagði, hann getur ekki lifað án mín, ég get ekki lifað án hans. Þetta var það eina sem kom út frá þessum manni. Hann getur ekki lifað án mín, ég get ekki lifað án mín. Og hann sagði, má ég segja þér, hann getur ekki lifað án mín, ég get ekki lifað án hans. Og Watchman Nee, hann segir í þessum kafla, máli var það að hann, á enskunni segir það, he wanted us. Hann vildi okkur. Og vitið það, þetta svo erfitt að, sko, ef þú hefur ekki átt elskandi föður, þá getur ekki skilið þetta, að hann vill mig. Hann vill mig. Já, en ég ómögulegur, ég búinn að gera þetta, ég búinn að bregðast þér svona, ég búinn að kannaðist ekki við þig þarna og ég búinn að afneita þér og ég gerði þetta þegar ég átti að gera þetta og sem sagt, ég hef ekki verið góður vitnisburður Jesú.
hann vill þig. Hann vill þig. Hann vill þig. Það segir svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki. Og hvenær elskaði hann heiminn? Rómverjabréfið 5 segir meðan við enn vorum í syndum okkar. Meðan við enn vorum í syndum okkar, þá elskaði hann okkur. Þá elskaði hann okkur. Hann vill þig. Og hugsið ykkur, það önnur ritning sem segir hann þráir með afbrýði andan sem hann gaf bústað í okkur. Að Guð, hann skapaði okkur af því að hann vildi okkur. Við erum búin að fylgjast með baráttu hjóna hér í kirkjunni sem langaði svo eignast barn og aftur mistókst það og sem sagt misti fóstur aftur og aftur. En loksins tókst það og hvílík gleði. Þau vildu þetta barn. Alveg eins og Guð, hann vill þig, hann vill mig, hann vill fá að umvefja þig, hann vill fá að vera með þér, hann vill fá að eiga samfélag við þig. Á einum stað segir, trúr Guð sem hefur kallað okkur til samfélags og hann heldur áfram að kalla. Hann hélt áfram að kalla. Þegar við afneituðum honum hélt hann áfram að kalla. Þegar við brugðumst honum hélt hann áfram að kalla. Símon Pétur, elskar þú mig? Jesús, hann vissi vel að Pétur elskaði hann. Í raun og veru var hann að segja, Símon, ég veit þú elskar mig. Ég veit þú elskar mig. Ég veit þú elskar mig. Og þú ert þjónn minn og ég ætla að nota þig, Símon Pétur. Guð vissi nákvæmlega hvar Adam var. Adam vissi ekki hvar hann var. Og það sama með Pétur, að Pétur, hann svona upplifði í tilfinningum sínum að hann í raun og veru elskaði ekki Jesú af því að hann hafði brugðist honum. Og hve mörg ykkar eru það efast að þið elskið ekki Jesú af því að hafi brugðist honum? Jesús, hann vill segja okkur að hann elskaði okkur fyrst, þess vegna getum við elskað hann. Þess vegna getum við elskað hann. Hann hefur gert meira en það. Rómverjabréfið 5:5 segir, hann hefur úthelt kærleika sínum í hjörtum okkar að við getum elskað hann tilbaka. Og það hérna þessi spurning hans Péturs, ég hef skrifað af hverju fær Pétur þessa spurningu eftir að brugðist frelsaranum. Og svo setti ég hérna, ekki bara frelsaranum, vegna þess að frelsarinn vissi vel að hann myndi bregðast og þetta var í rauninni, þetta var minna mál fyrir frelsarann heldur en Pétur. Pétur brást sínum eigin eftirvæntingum og hér komum við að punkti að við svo mörg höfum brugðist okkar eigin eftirvæntingum og við förum í sjálfsfordæmingu, við förum niður á meðan Jesús elskar okkur og hefur sömu áætlun fyrir líf okkar. Hún hefur ekki breyst. Hann segir áfram, ver hirðir sauða minna, gæt þú lamba minna, þú skalt vinna, þú mátt halda áfram að vinna fyrir mig. Sjáðu, við dæmum okkur svo miklu harðar heldur en hann. Og ég veit ekki, þetta bara snerti svo við mér og það eru hérna nokkrar ritningar sem ég vil gefa, 2-3 ritningar í Rómverjabréfið 8:1, ég ætla bara að hafa það eftir. Fyrir því nú engin fordæming, fyrirdæming fyrir þá sem tilheyra Jesú Kristi. Sálmur 91:14 segir, af því að hann leggur ást á mig, mun ég frelsa hann. Og svo að lokum ritning í öðru Korintubréfi, 1. kafla og þar það Páll postuli sem að skrifa og hann að skrifa hérna í 1. kafla frá versi 8: við viljum ekki bræður mínir að yður sé ókunnugt þrenging þá sem við urðum fyrir í Asíu. Við vorum aðþrengdir langt megn fram svo að við jafnvel örvæntum lífið. Já, oss sýndi sjálfum að við hefum þegar fengið vor dauðadóm því að oss átti að lærast það að treysta ekki sjálfum oss. Oss átti að lærast
að treysta ekki sjálfum oss. Náður því, og sátt að læra að treysta ekki sjálfum oss. Vandamálið með Pétur var að hann var alltaf svona outgoing og ég get þetta, ég get allt Jesús, ég bregst þér aldrei og það er alveg sama hvað ágengur, ég get það sama og þú og ég geng á vatninu með þér en sjáðu, Pétur þurfti að læra að treysta ekki sjálfum sér, heldur að treysta honum. Og þetta er einhver mikilvægasta leksía sem við þurfum að læra, systkini, að við getum ekki horft á okkur sjálf, við verðum að sjá það sem hann er að gera. Við verðum að sjá, og þannig starfaði Jesú, hann sagði, ég geri aðeins það sem ég sé Faðirinn gera. Þannig að þetta snýst ekki það sem þú getur gert fyrir mig, segir Drottinn, heldur það sem þú leyfir mér að gera í gegnum þig. Heldur það sem þú leyfir mér að gera í gegnum þig. Pétur, hann þurfti að fá að upplifa og kynnast náð Guðs. Og það þurfum við öll. Við þurfum öll að fá að upplifa og kynnast náð Guðs. Án náðar Guðs getum við ekki lifað sigrandi lífi í Jesú Kristi. Það er útilokað. Án náðar Guðs getum við ekki lifað sigrandi lífi. Við getum ekki sett traust okkar á okkur sjálf. Við verðum að setja eins og Páll postuli, eins og Pétur postuli, traust okkar á hann sem elskaði okkur af fyrra bragði. Og það er allt í lagi að spyrja, elskar þú mig? Elskar þú mig? Elskar þú mig? Ég veit ekki, ég svaraði Guði þennan morgun í tilfinningunum, þá get ég ekki fundið það. En í anda mínum veit ég það. Tilfinningarnir mínar segi ekki alltaf það sama á andi minn, en Jesús, ég elska þig. Jesús, ég elska þig. Ég sagði það svona ábyggilega 100 sinnum þennan morguninn og vitið þið hvað? Ég fekk ekki gæsahúð, fann engar tilfinningar, það eiginlega svona breytti voðalega litlu nema það að ég bara gjörði þessa játningu frammi fyrir Guði mínum og frelsara, Jesús, ég elska þig. Af því að hann spurði, elskar þú mig? Þá vil ég segja honum, já, Jesús, ég elska þig og þú ert mér meira virði en allt annað í þessum heimi. Þú ert mér meira virði en allt annað í þessum heimi. Amen. Guð, hann elskaði þig og spurningin er, vilt þú bregðast við kalli Guðs að elska tilbaka? Kristin trú gengur út á það. Hún gengur ekki út á að þú gerir neitt fyrir hann. Hún gengur bara út á það að hann er að kalla þig til að eiga samfélag við sig. Og ef þú ert að horfa í dag og hefur ekki gefið Jesú þannan stað í lífi þínu að þú viljir elska hann tilbaka, þá er þetta tækifærið. Þú getur bara beðið til hans og þú getur sagt við hann, Jesús, ég elska þig. Takka þér fyrir að þú dóst fyrir mínar syndir. Takka þér fyrir að þú vilt vera læknirinn minn. Takka þér fyrir að þú ert minn í dag og héðan í frá vil ég vera þinn. Og ef þú biður þessa bæn, þá ertu hans barn. Amen. Drottinn blessi ykkur, elsku systkini, og takk fyrir það að hlusta. Amen. Takk fyrir þetta, Kitty. Takk fyrir þetta orð. Ég held að við höfum einn söng í lokin, en áður en að við gerum það, þá skulum við þá langar mig til þess að svona enda þetta með lítilli bæn. Ég man sem unglingur, þá fékk ég einu sinni bók upp í hendurnar
og það var lítið hver sem ég las nokkuð oft. Hver hét maðurinn sem Guð notar? Og mér þótti það mjög athyglisvert vegna þess að þar var eina bæn að finna sem ég tileinkaði mér. Og ég sagði í raun og veru bara þetta sama og bænin greindi frá. Guð gerðu mig að manni eftir þínum vilja. Og hún var ekkert meiri en þetta. Og svo horfi ég á svona síðustu 69 árin að þá finnst mér ég drótt alveg hafa séð að Guð var að gera mig að manni eftir sínum vilja. Við skulum standa upp, við erum að kveðja núna og við erum að hætta útsendingu, en við biðjum þessara bænar saman. Takkaði Drottinn að við mögum biðja þessara bænar. Guð gerði mig að manni eftir þínum vilja. Í Jesú nafni. Amen. Og Jesús sem fyrirgefur syndir, hann umskapar okkur og gerir okkur að nýjum mönnum. Við skulum lofa Drottinn saman í lok þessara stundar. Takk fyrir. Ég bara taka aftur hérna kórinn úr sem við sungum síðast. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, My living hope. hallelujah, hallelujah. Amen. Amen. Takk Jesus. Það einn annar kór hérna sem við skulum líka syngja. Við skulum fá hérna Brynju og Önnu. Syngið með þennan kór. Alveg óæft og undirbúið. Það er óæft og undirbúið. Þökk þér, Jesú. Þökk Þér, Jesús, þökk þér, Jesús, þökk þér, Jesús. Ég vil bara þakka, ég vil bara þakka þér. Þú hefur frelsað mig frá synd.